Við ætlum að byrja verkefni 3 og ætlum að byrja bara frá alveg tómu brotiti. Það er í raun ekkert að vera hér og við vorum með eitthvað hérna til að sækja Hono, npm create Hono latest og við ætlum bara að gera það. Og ég get gert þetta punktur og stekkum það eins template node og þá, ok, það er grunnlega ekki lengur hægt. Þá ætlum ég að fara bara hérna og ég ætla að segja Node.js. Þið getur líka, og það er alveg, ef þið gerir það, veljið eitthvað annað hérna, setjið upp Cloudflare Worker eða Deno á hérna Denoland, þá það eru aukastig í boði fyrir þau, en þau verða að láta mig sérstaklega vita. En ég ætla að gera þetta, install dependencies, npm, svona. Ok, þá erum við komið með þetta og núna þurfum við ekki að hugsa um þetta TSX út af því að TSX er bara þegar við erum að nota JSX sem eru framenda komponentar. Núna erum við eingöngu að fara að búa til endapunkta sem eru bara að skila okkur JSON. Þannig að við erum í raun að fara að gera bara eitthvað svona og þá er JSON eitthvað sem við getum gert hérna og þá núna er þetta að fara að skila okkur JSON endapunkti. Ok, þannig við fyrir bara strax og gerum npm run dev og nú ætlum ég að opna hérna annan og þetta er að keyra localhost 3000 og nú þarf ég ekki vafra af því að ég er ekki að búa til vef, ég er að búa til vef þjónustu. Þannig að ég get gert hérna curl http localhost 3000 og ég fæ núna hérna strengin hello hono og sjáu, ég fæ ekkert HTML í kringum þetta, það er ekkert, og ef ég geri -i, þá fæ ég hérna content type application JSON. Það er að segja HTTP-lega séð er ég að segja gögnin sem koma núna á eftir headerunum er á JSON formi. Ef ég skipti þessu yfir í text eins og það var og ég ger aftur svona, þá sé ég ok, ég veit ekki hvað okkur internal server er, ok, text plain og ef ég geri HTML og þá fáum við text HTML. Þannig að með því að velja þetta þá erum við að segja Hono, já, og passað upp á að þú HTTP-lega sé skilir rétt að þér og segir að þetta sé vissulega JSON sem ég er að fara að skila. Ok, þannig við ætlum að vera með JSON og þá var hérna partur af hérna lýsingunni var að við ætlum að vera með á slash væri lýsing á öllum endapunktum sem við erum með í boði. Það getur bara verið eitthvað túlkun hjá okkur. Við getum til dæmis sagt bara slash authors er fylki method get já post delete put fyrst taklega og delete og getur sett bara hérna description delete, get all authors paginated description create a new author eitthvað. Ok, þetta er bara eitthvað svona, hei, við erum að skjala hvaða endapunktur eru í boði. Þessi fyrsta description. Decryption. Ég ætla að hafa þetta decryption. Og þá sjáum við núna að við fáum þetta bara sem JSON. Þá komum við í þetta, ok, og hvað? Af hverju viljum við vera að setja eitthvað í JSON? Þá ætlum við að kíkja aðeins hérna í námsefnið og aðeins að tala um hvað vefþjónustur eru. Þetta er í raun þetta og bara þessi W3C skilgreining er mjög góð, mjög almenn. Hugbúnaðarkerfi hannað til að eiga samvirk interoperable samskipti vél í vél yfir net.
sem segja að ég með eitthvað forrit hér og ég með eitthvað forrit þarna og þau þurfa að tala saman. Ólíkt því sem við erum að gera, við erum með einhverja mannesku hér og ég með einhvern vef hér eða eitthvað forrit hér og manneskjan þarf að geta skilið þetta. Þannig að nú tökum við manneskjuna og setjum aðra vél í staðinn. Að þegar bara leið og fólk byrjaði að forrita eitthvað á tölvu, þá er það bara eitthvað cool, ok, ég að gera eitthvað í tölvu hér og þú ert með tölvu þarna, af hverju get ég ekki gert þannig að ég gera eitthvað hér og þá get ég kallaði eitthvað forrit í tölvunni þinni og fengið svarið tilbaka. Og þannig var til networking og það að geta verið með svona einhvers konar remote procedure calls, RPC. Og það var svona fyrsta sem að var svona útbreitt, var bara þetta, ég bjó til forrit, ég merkti einhvern veginn fallið, ég gat einhvern veginn í annarri tölvu, kallaði það fall, látið eitthvað keyra og fengi svar tilbaka. Og samvirknin, eða interoperabilityin, er tvíþætt. Hún er bæði sér það að, hún gengur í grunninn út að láta kerfi virka saman, en fyrsta er í raun að við erum með þetta málskipunar samvirkni, eða syntactic interoperability, að við getum talað saman og skipta gögnum. Og við getum talað saman að því að við ætlum að nota HTTP og við kunnum, klientinn og serverinn kunna HTTP og við erum búin að sjá aðeins hvernig það virkar og við ætlum að skiptast á gögnum með JSON og JSON er vel skilgreint gagnaformat og ég get að búið til eitthvað, hér er fylki, hér er object, hér er strengur, boolean og array. Þannig að við getum í raun kóðað gögnin okkar og það er bara fínt. Þannig ég veit það, ég gerir get hérna, fæ tilbaka 200 OK, fæ tilbaka eitthvað body og það er ykkur JSON, ég get parsað það. En svo kemur svo næsta spurning, en hvað þýðir þetta? Og þá fáum við merkingarbær samvirkni sem er nú ekki, held ég alveg nógu vel samsett orð hjá mér, en það er þetta semantic interoperability. Ég tók við gögninniðinum, ég fekk gögninniðin á einhverju formi og ég get túlkað þau. Ég veit það að þegar ég fæ object sem er með keyed data, að þá mun data innihalda array og inn í þessu array verða objects og inn í hverjum object verður title og inn í title er titillinn og frétt og þá get ég birt hana. Svo fæ ég eitthvað annað og svo framvegis, þannig ég get túlkað gögnin og þar af leiðandi búið til einhverja merkingu úr þeim hjá mér. Fréttir sem vefþjónustur og svo er verkefni 4, fréttir sem vefur með einhverjum myndum og einhverju í kringu það, hannað fyrir fólk til þess að skoða. En á bakvið það er tölva sem sækir þetta þarna og birtir það fyrir okkur. Þannig að getur ímyndað okkur ef við varum að búið til nýja fréttastofu og við ætlum að vera með fréttavef, við ætlum að vera með frétta sjónvarpsþátt og við ætlum að vera með frétta app. Við búum til API þar sem við skráum einhvers staðar og við ætlum að vera með fréttastofu, það er að segja, og í fréttastofunni þá skrifum við fréttirnar okkar og búum til fréttirnar í API-num. Þeir vistast í gagnagrunn, frétta appið, tala við API-ið og það er auðkennt á annan hátt, það má ekki skrifa fréttir eða breyta þeim, það má lesa þær. Það les nýjustu fréttirnar úr gagnagrunnum og birta þær að einhverju formi í appinu. Vefurinn gerir slíkt í sama og þegar við erum með fréttatíma þá er svona tikkar neðst og hann les alltaf nýjustu fréttirnar sem voru að koma út og það lesur úr appinu og það einhvern veginn birtir það síðan í sjónvarpsbirtingunni eitthvað. En á öllum stöðum erum við með þetta representation á frétt en samt alltaf í mismunandi samhengi. Að skrifa frétt er ekki það sama að skoða lista af fréttum, ekki það sama að lesa sjálfa fréttina og ekki það sama að sjá hana svona aftaglans einhvern titil þegar menn skrólar í burtu. En allt er þetta samt að representa á einhvern hátt sama hlutin. Og við erum síðan með leiðir til þess að skilgreina þetta, semantic layerin á þessu. Hvað þýðir, hvað er í boði? En mest abstrakt hugmyndafræðin fyrir það er REST, sem er Representational State Transfer. Og það er út frá doktorsritið Roy Fielding sem segir að við þurfum að skilgreina hvaða einingar við erum með, hvaða resources erum við með. Já, ok, við erum með fréttir, við erum með author, ok, hvað er það? Og hvaða samskipti eru þar á milli? Og hvaða takmarkanir eru þar á? Og takmarkanir eru í raun síðan svona almenna líka. Við erum með eitthvað client server, við erum með þetta stöðulaust. Þannig að ég bið eitthvað einu sinni, þá fæ ég það og ég bið 100 sinnum, þá fæ ég það alltaf það sama instansi tilbaka. Það er cacheable, ég get geymt afrit af því
og ég get skilgreint hvort að ég megi nota eða ekki. Þannig ég get sagt, já, ég ætla að lesa þessa frétt. Já, hér er fréttin og þú getur treyst því hún er fersk í 60 mínútur. Eftir 60 mínútur, þá skaltu athuga hvort hún hafi nokkuð uppfært. Af því að fréttir, það getur margt gerst. Lagskipt kerfi, ég get verið með einhvern API þjón, eða þú veist, ég get verið með eitthvað, og ég get sett fyrir framan hann Cloudflare og það skiptir ekki máli, af því að það skiptir mikið, þú veist, svo lengi sem ég fæ gögnin, þá skiptir ekki máli hversu mörg lög ég fer í gegnum. Kóði eftir þörfum, ég get sent einhvern kóða til að auka virknans og það er samræmt viðmót. Ég þarf ekki að gefa þér alla heimsmyndina mína svo að þú getur notað þjónustuna mína. Ég þarf ekki að segja þér að það séu flokkar á fréttum til þess að þú getur lesið lista af fréttunum mínum. Já, ekki sérstaklega góð dæmi og þetta er eitthvað betri í hug. En það er þetta þannig að ég get búið til eitthvað client og ég get talað um eitthvað server, svo getur serverinn vaxið, bætt við hlutum og svo lengi sem að clientin veit að við erum ennþá til staðar, þá getur clientin ennþá talað við þetta. Og með við þetta, er þetta eitthvað, klingir þetta einhverjum bjöllum? En stærsta útfærslan á REST er HTTP. HTTP fylgjur öllum þessum takmarkunum og þessum pælingum. Og samræmda viðmótið er í grunni þetta, þegar þið opnið einhvern vef í fyrsta skipti, þá þurfið þið ekki að vita nákvæmlega hvert allt veftriðið er og hver öll virkni vefsins er. Þið bara finnið hana með því að skoða vefinn og bara brása hann. Og vill svo til að Roy Fielding gerði þessa doktorsgráðu áfram því sem hann var að hjálpa til að skrifa HTTP 1.0 spekkin. Þannig að þetta er svona smá svindl en ok. Svo er í þessu samræmda viðmóti meira. Við auðkennum auðlindir og auðlindir þá resource og þá er þetta að við erum að fá framsetningu á resource-unum. Við erum að fá JSON framsetningu á þessu sem ég talaði um í hvað senast eða þessasta tíma. Frétt í eðli sínu er ekki færsla í gagnagrunni, hún er ekki JSON skil á þessu. Frétt eru upplýsingar sem skipta máli í samhengi okkar sem lifum í samfélagi. Það er erfitt einhvern veginn að segja, já, þetta er frétt. Við erum alltaf bara með eitthvað representation á því, hvort sem það er ég segi ykkur það og þið túlkið eins og þið gerið eða þið lesið ekki vefþjónustunum mína eða á webnum eða whatever. Við erum með sjálflýsandi skilaboð og það er svona vísun í þetta sem ég var að skrifa inn, að ég er að segja hérna hvað er hægt að gera. Þegar ef ég var ekki með þetta og þið myndu opna þetta og fara inn á þetta, þá er þetta svo farin á vef sem er bara hvítur skjár. Já, þú ætti að vita að þú ert síðan að gera /authors til þess að fá alla, eða /news. Það var engin takki sem sagði mér hérna íttu hérna til þess að fá fréttunar. Það var engin listi af fréttum. Þannig að þetta er svona, við þurfum að gefa til kynna hvernig við fáum þær upplýsingar sem við þurfum. Og svo vinnum við með þessar auðlindir í gegnum framsetningu þeirra. Þannig að ef ég vil búa til nýja frétt, þá kóða ég fréttina í framsetningunni og framsetningin fyrir verkefni okkar til dæmis er að það er titill, það er höfundur, það er inngangur og það var ekkert annað held ég sem þurfti. Og með því að kóða það rétt í þessu JSON formati sem við notum og ég posta því á endapunktin, að þá getur vef þjónustan tekið við, sagt já, þú ert í raun, þú uppfyllir þessa framsetningu sem við erum að nota, þar að leiðandi býja þetta til. En ef að svo er ekki, þá nota ég sjálflýsandi skilaboð til að gefa til kynna að þú gerir villu. Titillinn er tómistrengurinn. Titillinn er ekki strengur sem er að minnsta kosti 1 stafur og að hámarki x stafir. Og þá get ég, ég get lagað það. Og svo er fyrir þau allra hörðustu í REST er HTOS eða Hypermedia as the Engine of Application State. Og það er bara þetta að útfæra þetta eins og vefinn. Að við getum byrjað með eingöngu slóðina á vefþjónustu og út frá því getum við explorað og fundið út allt sem vefþjónustan getur gert. Þetta er alveg svona autoscope fyrir þetta og þetta er alveg svona masters level efni.
En í raunveruleikunum er þetta alltaf flókið. Í raunveruleikunum er þetta alltaf mikið upp í skýjunum, alltaf mikið heimspeki, alltaf lítil praktík. Og það er hérna hunsar útfærslu og einblínir bara á það að skilgreina það hvernig þetta á svona conceptually að virka. En það er erfitt með manneskjur, það er erfitt með að taka eitthvað svona conceptual, eitthvað svona abstrakt og gera það konkrétt. Þar af leiðandi hefur aldrei verið einhver svona, já, gerum þetta nákvæmlega svona. Þar til núna fyrir nokkrum árum að það varð svona, já, gerum þetta nákvæmlega svona og það var til svolítið sem að heitir Open API og svagga skilgreiningar sem að eru kóða þetta en eru samt sem að er ekki útfærsla á REST, þannig að þetta er svona, it's all complicated. Það sem er yfirleitt talað í dag er að við erum ekki að útfæra REST að fullu leyti, við erum að nota RESTful, það eru svona inspired by REST. Það er yfirleitt þetta, við notum JSON, við notum HTTP aðgerðir, við notum HTTP stöðukóða og látum annað liggja á milli hluta. Og svo gerum við bara eitthvað besta. Ok, þannig að í þessu er svo sem bara svolítið svona niðurbrot hérna og þú veist, paging og hönnun vefþjónustu skoða þetta, ég mæli með að þið skoða þetta. Þetta er ágætt, svona margt þarna er svona frekar opið. En nú ætlum ég að taka smá pásu og svo ætlum við að fara að útfæra meira í Hón og þjónustun okkar.